Ég byrjaður hérna að opna Multisim og teikna upp þryggjafasa afriðuna. Ég sem sagt í verkefni 8, mælingaverkefni 8 og það þessi rás hérna sem ég að teikna upp. Við vorum ekki búnir að sem sagt teikna þessa rás upp með bara venjulegur í mótstöðu. Það getur verið að það sé nóg að teikna þessa mynd bara upp, því að hitt var sem sagt rafgeymir, en hér bara venjulegt álag og við teiknum bara þetta með svona álagi. En sko þegar við erum hérna í skólanum þá erum við með þryggjafasa spenni, sem sagt reyndar stjörnutengdur líka í forvæðinu og þar kemur inn sem sagt 3 sinnum 400 volt inn á og hérna út á notum við 3 sinnum 10 volt. Þannig að þegar að við sem sagt eru konur með álagið, það það sem ég ætla að gera næst í Multisim. Þá ætla ég að nota hérna virtual, sem sagt, hérna þriðja frá vinstri, sem sagt, af þessum bláu íhlutum hérna, place virtual resistor. Svona, og þá setja ég hérna, og ég ætla að snúa honum, ég get hægri smelt og fara hérna í clockwise, sem sagt, rotate og síðan ætla ég að tengja, þá það eiginlega best fyrir mig að fara bara frá endanum á viðnaminu. Þá myndast svona svartur punktur þar og ég smelli einu sinni niður með vinstri og þá eltir sem sagt línan mig og svo hérna beygi ég bara hérna og síðan ef ég ætla að beygja hérna þá voða þægilegt fyrir mig að smella niður hér. Ég beint fyrir ofan díóð 1, ég ætla bara að spella niður hérna einu sinni og þá beygir hann, eða þá get ég farið niður og þá beygir hann hérna akkurat og þá hef ég rauðan punkt hérna á díóð 1, katóðuna og smelli þar til að tengja. Svo tengi ég bara díóð 2 og svo framvegis, nú fór ég aðeins á skáði, mér langar ekki til að hafa það svona, þá fer ég bara í hérna undo eða Ctrl-Z ætti líka að virka á þessu og eins og sjá hvort að Ctrl-Z virkar ekki örugglega, Ctrl-Z, jú, Ctrl-Z virkar, svo fer ég hérna beint upp og síðan tengi ég neðri endan á viðnáminu við allt hitt. Fer í díóð 4 hérna og díóð 5 hér og díóð 6 hérna. Heiði, þetta alveg nákvæmlega eins raðað upp eins og í bókinni? Minni það. Þá getum við skoða hvernig díóð 1 og díóð 5 leiðir. Þegar að fasi 1 jákvæður. Ok, og fasi 2 neikvæður, eða neikvæðastur. Já, sniðugt. Jæja, það ágætt. En við ætlum að halda áfram með verkefni 8 fyrst og við sjáum að hér 120 volta fasaspenna. Það eiginlega allt of mikið. Við þurfum að stilla þetta þannig að setja inn fasaspennu sem að jafngildir því að við séum með heildarspennu hérna 10 volt á milli fasa, sem sagt aðalspennuna 10 volt, fasaspennuna þá hvað? 10 deilt með hverju? Rótin af 3 það ekki satt. Við vorum komin í 3 fasa dæmi. Hvað fáið þið út? Ég ætla að setja hérna, ég ætla að byrja á því að stilla hérna, ég ætla að setja mæli, place. Þá stilla spennu á 5,77. Já, hárrétt hjá þér maður. Já. Ok, tvísmella á spennugjafan og stilla á 10 deilt með rótina 3 sem 5. Komma punktur af því við notum decimal point 5.77. Ef við notum hérna kommu þá kemur ekkert fyrir aftan sem sagt
fáið kannski komin 77 en þegar þið ítið á OK hérna að þá verður bara eftir 5 því að þeir nota þetta er bandarist forrit og það er decimal point þess vegna verður að nota punkt en ekki komu OK, það sem við erum með þá hér til þess að finna spennumæli á sleitt þá förum við í place indicator finnið það þetta er tæki tæki á tækjastykkjunni sem að er fyrsta, annað, þriðja, fjórða, fimmta, sjötta, sjötta, átta, níunda þetta er 10. tækið frá vinstra megin frá vinstri 10. tækið frá vinstri það er place indicator og þá veljum við hérna voltmælir voltmeter og við getum snúið sem sagt hvernig bara vírarnir koma út úr þeim til dæmis ég get verið með þetta svona ef ég ætla að hérna mæla já ég get alveg eins haft þetta bara voltmeter vaff þá snýr hann svona eins og hann kom upphaflega þá ætla ég að staðsetja hann hérna og ég ætla að fá annan spennumæli til þess að mæla sem sagt þessa fasaspennu þá ætla ég að mæla bæði aðalspennu og fasaspennu og ég ætla að setja líka straummæli þetta fyrir neðan voltmæli þá er ammeter smetla á ammeter og segja OK á það og ég ætla að setja hann hérna staðsetja hann hérna á línuna að álæginu OK og ég minnir að við erum að setja líka á eftir sérst í verkefninu mæli hérna til þess að mæla reiðstrauminn inn á ég ætla bara að setja það líka til öryggis þá er komin hérna einn fyrir strauminn hérna inn á einum passanum þá segir bara close hérna ég er komið með straummæli hérna við sjá nei hvað er að gerast hérna mælinn ekki tengdur nei hann er ekki tengdur OK þá hérna tek ég línunni í burtu hérna og tengi bara frá mælirnum út í og þá, já, ég get fært hann líka til á eftir það er fljótlega bara tengja hann upp svona og síðan færi hann hingað þá skemmir hann ekki eins mikið myndina ekki alveg eins mikið ég get líka fært hérna díóðmerkinguna hérna aðeins neðar svona þá er ég komið með straummæli en gallið við þennan straummæli er að hann er DC og ég er að breyta hann í AC sjáum það hérna að DC yfir í AC og þetta er allt í lagi hérna hann hérna er AC og þessi hérna er í lagi DC straummælir, hann er í lagi en OK, mér vantar líka spennumæli fyrir spennuna hérna út ég ætla að ná í hann stókast fer hérna aftur í place indicator og fæ hérna voltmæli segi OK á það og smelli hérna megin og tengi hérna yfir álægið og þessi bara í lagi þetta er DC spennumælir, allt er góðu en ég þarf að hérna, laga hérna spennumælana sem að ég ætla að nota til að mæla spennuna hérna út og þeir þurfa að vera AC þess út af þessum reiðspennugjafa 3 fasa og breyti ég það í AC og innra viðnámið í þeim er 10 milljón ohm það er allt í lagi OK innra viðnámið í flúkmælunum er 11 milljón ohm þetta er mjög svipað og þá ætla ég að breyta hinum líka ég ætla að nota þennan ég ætla að breyta hann í AC og ég ætla að nota hann til að mæla fasaspenna þá tengi ég mig bara hérna í þessa leiðslu hér og ég smelli bara hérna til að beygja niður í þessa leiðslu hérna frá bara fasa 1 hérna og ég ætla að fara hérna niður í núlpunktinn á
rafvalanum eða spennunum eða hvað sem þetta er og mæla fasaspenna. Þó að það standi hérna, ég ætla bara að fá að sjá það alveg svart á hvítu. Þess að færa þetta upp svo að þetta sé ekki svona leiðilegt svona. Ok. Svona, þá bara kannski komið tími til að setja þetta í gang eða athuga hvernig þetta gengur hjá okkur. Auðvitað þá gleymdi ég hérna að setja rétta tíðni inn á spennugjáfan. Tryggja þessa spennugjáfan hérna. Ég ætla að laga það. Hérna stendur 60-rið, auðvitað erum við með 50-rið hérna á Íslandi og í stofunni, hérna 107. Segjum ok, þannig að þá það komið í lag. Og ef við setjum í gang, nú ég búin að breyta þessi í 200 ohm hérna, þá ætlum ég að sjá hvaða straumur verður. Þá þetta alltaf að verða eðlilegt. Ég fæ hérna tæplega 12 volta spennu út og ég fæ hérna 60 mA sem jafnstraum út á álagið og ég fæ hérna 49 mA, já 60 mA DC straum út á álagið en 49 mA AC, sem sagt riðstraum, sem fasastraum hérna inn á brúna. Og það náttúrulega óbreytt með hérna fasaspennuna hérna inn 5,77 volt og heildarspennuna út, aðalspennuna tæplega 10 volt. Svo að þetta virkar svona. Ég ætla bara svo að slökkva aftur núna og svo væntanlega förum við að gera, já, bæta við sveiflusjá og einhver slíku. En það hægt að finna hérna í þjónustu, undir þjónustu, tölvuþjónustu, þess að skólanetfang og ef maður fer þar inn, þá segir þar að það alltaf eitthvað, hérna, það sem eitthvað hefur verið sendt eitthvað @tskoli.is og þá, já, ok, og þá byrjum við, ef að þið fáið, eða til þess að breyta kannski hérna lykilorðinu að svo krækja á webpost hérna en hérna þá hérna, já, þá ætti þetta hafa verið sendt í tölvupósti allavega. En það stendur hérna að eitthvað breytt lykilorð sínu til þess að geta nýtt netfangið þarf að geta þess nefndi hafi skráð sig inn að minnst og kosti einu sinni í tölvukerfið og breytt lykilorð sínu. Já, ok. Heyrðu, en þá hérna þurfum við að reyna að leysa þetta. Já, hérna segir að við erum að tengja jörð á sveiflusjá við stjörnutengingu á spenninum. Sem sagt, við vorum með eftirvá spennið þar en hérna tengjum við þetta í stjörnupunktinn, jörðina, og tengja A-kanálinn og B-kanál við einhverja 2 fasa á eftirváfi spennisins. Og síðan ef að stilla sveiflusjána á 5 millisekundur og stilla báða kanálina á DC og stilla trigger á auto og setja síðan spennu á rásina, mæla spennu út af spennunum á milli fasa með nota spennumæli og þá skráum við það hérna inn og já, það náttúrulega, það getum við sett inn já, síðan já, fasaspennan og aðalspennan, já, það það sem að við getum mælt núna, eða erum að mæla nú þegar spenna út af spenninum á milli fasa, það núna, já, segjum hérna eins og þetta 9,997 volt og allavega hjá mér og síðan var ég með
hérna fasaspennan var 5,77 volt. Svona. Og hérna þannig að við erum allavega sem sagt þá þurfum við að fara að tengja sveiflusjá og finna sveiflusjá. Ok, þá ég hérna með voltasim og nú náum við í sveiflusjána og það lengst hérna til hægri. Þá sjáum við að kemur hérna fyrsta, annað, þriðja, fjórða tæki ofanfrá. Það einföld sveiflusjá og spurningin hvort að við förum ekki bara í að næstu fyrir neðan bara strax, því að þá erum við með 3 kanala að minnstakosti, þannig að við getum séð alla 3 fasana, því að annars þurftum við að setja einhver 2 myndir saman og tómt vesinn. Þannig að við ætlum að fara hérna í fjórða tæki ofanfrá. Það segir hérna 4 channel oscilloscope og þá jörðin, það þetta G hérna. Við ætlum að fara með það í nullið hérna. Svo til þess að beygja hérna uppi, þá smelli ég niður og þá fæ ég línu hérna niður og ég ætla að fara hérna í jörðina sem sagt í núllpunktinn á spennunum. Núllpunkt á eftirvafin spennisins væri þetta ef við værum í stofunni. Og svo ætla ég að fá mælingu á bara öllum 3 fösunum. Það segir í verkefninu á 2 af því að þegar við erum með sveiflusjá bara með 2 inngangum þá fáum við bara einhverja 2 fasa. Já, heyrðu, ég fór ekki með þetta alveg á réttan stað. Ég gleymdi að beygja hérna. Farið hérna á fasa 1. Þá fer ég hingað. Svona. Svo kemur fasi 2. Hann hér. Og fasi 3. Hann hérna. Og þá bara að sjá hvernig gengur fyrir ykkur að finna 4 rása sveiflusjá og svo bara tvísmellum við á hana. Færum hana kannski aðeins hérna til svo við sjáum að flesta mæla og svona. Hérna enginn mæla undir. Ok, svona. Og þegar ég set í gang þá vil ég gjarnan losna við þennan svarta flöt hérna undir. Og í staðinn þá bara ágætt að fá hvítan flöt og jafnframt að ég ætla að fara í það á eftir að breyta litunum hérna inn svo ég sjái mismunandi liti og mismunandi fösum. En ég ætla að bara setja þetta í gang og breyta sem sagt bakgrunninum hérna og sjáu þið þessa spennu koma hérna inn og ég ætla bara að slökkva þegar hann búinn að fylla yfir skjáin hérna. Svona. Slökkti bara og þá ætla ég að breyta bakgrunninum og þá takki hérna sem stendur reverse. Hvernig slökktur þau? Já, það bara, hérna var uppi í horninu. Það hægt að fara þar eða á grænu píluna hérna sem sagt að setja á run og svo kemur stop simulation. Ég held að þetta verði annarkvæmt rautt eða svart. Það bara að fara í að stoppa simulation. Ok, þegar ég búinn að fá yfir allan skjáin, þá ég sem sagt komið með það svona til þess að sem sagt breyta svört í hvítan bakgrunn, þá smelli ég hérna á reverse. Og svo hérna, ég ætla að fá liti á fasana og þá vel ég fasa 1 hérna af vírinn frá sveiflusjónu og hægri smelli á hann og þá stendur hérna color segment. Ok, ég ætla að hafa hann svartan. Svona, þá það bara svartur hérna og það nýr litur og segir bara ok.
og hvað er gott að hafa annað hérna? Ég ætla að hafa kannski bláan og síðasta rauðan. Það er næsta já, það er náttúrulega leiðilegt að því að 0 er blátt, en spurning hvort við finnum einhvern annan þá betri lit á þetta. Já, að hafa brúnan. Það er ekki svo mikið breyting. Ég ætla stelst þess að hafa hann bláan, þó þetta sé ekki 0. Bara til þess að fá lita mun á hérna fösunum. Ok, og ég ætla að setja í gang. Þá sjáum við að við erum með svartan. Þetta gæti ég haft að grænan, en mér finnst að hann er ekki nógu skýr á myndinni. En ok, ég ætla að fá bara fasana yfir allan skjáinn og sé ég hérna 3 fasa spennuna. Og við skulum sjá, sko, ég get hérna breytt aðeins spennuhæðinni ef ég vil. Borgar það sig? Það er svona hérna skali hérna, borgar það sig? Hérna er ég að breyta channel A. Þá ætla ég að fara hérna og fikta aðeins í spennunni hérna. Það fara hérna og breyta þessu í 2 volt. Nei, það er alveg langt út fyrir. Það er alltaf mikið. Þetta er það. Svo verður þetta svona, sko. Já, nei. Það borgar sig. Þetta er ágætt svona. En ef ég breyti hérna í 5 millisekundur eins og var beðið í verkefninu á þessara tíma, þá kannski sé ég þetta aðeins skýrar. Það er sem sagt 5 millisekundur hérna á milli deilisteka hérna. Og svona, það er ágætt að fá þessa mynd inn í verkefnið af þessari 3 fasa spennu. Ég ætla bara að gera það. Ég ætla að ná í hérna snipping tool og taka mynd af sveiflusjóni. Eins þá er oft í hérna að það virkar ef það er ekki búið að nota alla takka í allt mögulegt á lyklaborðinu, þá er hægt að nota lyklaborðskipun til þess að ná bara þessum skjá, allavega í PC-umhverfinu. Við erum svona sjá hérna verkefnið. Hvað er verkefnið? Já, hérna, já. Það er vist eitthvað að vera að hjá mér. Ég fæ ekki inn allar 3 fasana. Það er eins og einn sé bara ekki gera neitt. Já. Hérna, gætirðu deilt skjánum kannski? Já. Svona. Þú ert komin með þetta hérna. Já, eru mismunandi spennur. Já, þetta er sveiflusjó líka, þannig að vantar ekki að vera með hvað heitir hún áttur? 4 rása sveiflusjóna. Já, það er alveg hægt að nota hérna þessa 2 rása, það er alltaf í lagi. En sem sagt, hérna, það sem þú gerir hérna, nei, það er, já, það vantar sennilega, sko, þú fóst sem sagt yfir á hérna, með aðkanalinn, sko, yfir eina díóðana, skilur í rauninni. Þú þarft ekki að já, sko, ok, ætli ég geti komist, má ég prófa að fikta í þessu? Ég ætla að prófa að smella hérna á request control og þú samþykir, býtu við, you will control the content, ok, request. Kemst ég núna, býtu við, þú smellir alveg á, já, ok, þá er ég komin inn á þína vél og þá smelli ég hérna inn á þennan. Ég ætla ekki að, sko, jú, ok, þetta er rétt, en það sem er hér, það er ekki rétt hins vegar.
þetta þurfum við að fara með, já, þetta þurfum við að fara með inn á sko jörðina, sem sagt, þetta sama og sko þetta hérna triggeringin sem fóst inn á. Það er bara að fara með þetta á annan stað. Sko, ég ætla að sjá hvort með text að tengja þetta hérna frá og hérna út í og hérna upp í. Já, þú meinar. Já, svona. Ég skil hvað þetta gera núna. Og þá fer ég líka með hinn semst jörðina af því að þeir eru eiginlega sjálfstæðir. Svona. En verður ekki að setja inn jörðina Og síðan þetta með, þú ert með á tveimur mismunandi sko, nei þetta hérna er external triggering og þú þarft ekki, ef þú ert ekki að nota það þá þarft ekki að tengja jörðin á því, skilur af því við erum ekki að nota external triggeringu. Herðu, prófaðu að setja bara í gang. Ég get kannski líka gert það, ég veit ekki, jú, svona. Hvað gerist þá? Sérðu, núna er þetta leðilegt. Nú sérðu bara 2 fasa. Já, ítti bara nóg. En já, það sést bara ennþá 2 fasar. Er það? Já, það er leðilegt. Því að þú ert bara með 2 rása sveiflur þarna. Sko, hérna var simulation error, sem er allt í lagi, við bara slökkum á rásinni og en viltu ekki bara ná í 3 rása? Jú, það er bara fínt. Það væri fínt, já, herðu, ég býta nú við, ég fer það bara í, þú veist, það er bara næsta sveiflusjá hérna fyrir neðan, skilur. Ég fer bara í stopp control hérna og hérna, já, það er hægt að smetla á stopp presenting líka, eða það er allt í lagi. Þannig að þá tengir þau alltaf inn á, sko, já, ok, þetta er málið. Svona. Með því að færa til þessar stiku hérna þá getum við séð hvað spenna mælis hérna maksskildið. Ef ég færi þetta hérna lengra til þá sé ég að þetta breytist hérna, það er T2 sem sagt og það er spennan hérna í hámarki er hún þá 8 volt, 8,16 sem sagt að ég er með til þess að bera þetta saman það er með 5,77 volt að spennu sem sagt í fasaspenninni 5,77 sinnum rótin af 2 þá fæ ég 8,16 volt og það passar hérna 8,16 volt. Þetta er maksgildið á fasaspenninni og þetta gildi skrá ég inn í verkefnið 8,16 volt og það er ég með hérna já, hérna 8,16 volt og ég var að þetta ætti að vera sem sagt fasaspennu sem sagt virkagildið sinnur rótina 2 og við erum bara að prófa það og það er í lagi síðan áttum við að fjarlægja vírana og við B-kanalinn tengja jörðin og sveiflusjónið við mínus á álaginu og tengja A-kanal yfir á plus á álaginu og við höfum að finna að sjá sem sagt þá spennun og með músum draga línu við 0 og aðra línu miðju ripla, já, við höfum að þannig erum að reyna að mæla jafnspennuna með sveiflusjóni að fara í gegnum sem sagt miðja ripla með aðra línu en þetta þurfum við í rauninni ekki að gera eða við getum ekki gert þetta í multisim en ég er sem að ná bara í aðra sveiflusjá af því að nú þarf ég að tengja hana ég að taka hérna þessa sveiflusjá hér og mæla bara með A-kanal yfir álagið
hérna, sagði þess að A yfir álegið, bara milli pluss og mínus hérna, og þess að jörðin á sveiflusjóni kemur hérna hægri megin út úr punktinum hérna A, og þá ætlum ég að setja það hérna niður í mínusinn, og bara sjá hvað gerist ef ég opna þetta. Ég ætla að fá hérna, já, ég ætla að staðsetja hana hér, og þá setja ég í gang til að mæla, sjá hvernig staðan á þessum útgangi. Ég ætla að fara bara strax hérna í reverse hérna, og þá sé ég hérna, og hér fæ ég, já, ég þarf að stilla á tíma. Já, ég get stilt á réttan tíma hérna, ég ætla bara að slökka þess að þetta komið svona nokkurn veginn út enda. Já, við fá hérna 3 fasa línuna líka í lag. Svona, þá ég komið með, já, til að breyta þessu hérna í 5 millisekundur. Þá ég með jafn langan tíma og hérna. Og ef ég ætla að reyna að sjá hérna út hvað gerir heil bylgja. Það er 5 millisekundur í hverju bili. Þá teljum við hérna út hvað ein sveifla langur tími. 5, 10, 15, 20 millisekundur. Og ég ætla að athuga hvað eru margir svona hólar á 20 millisekunda bili. Og ef ég hérna tek ég þá 4 bil, 5, 10, 15, 20 millisekundur, þá sé ég hérna að ég með 6 stykki, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Á hér frá hingað, 1, 2, 3, 4. Þá ég með 20 millisekundur frá 0 hérna og yfir í 360 gráður. Það 20 millisekundur í 50 eða tíðinni. Og þá ég komin upp á hérna topp aftur hér. Og ef ég færi hérna þetta niður í dalinn hérna og þennan hérna niður í dalinn, þá get ég talið þessa hóla sem hérna á milli í sveiflunni. Hvað gerast margir svona ripplar eins og við köllum þetta, eða gárur getum við líka að kalla þetta. Hvað eru margar gárur sem að samsvara tíma á einni reiðbylgju? Og þá það hérna 6, það eru 6 stykki. Það eru 6 gárur sem að verða í 3 fasa afrið á heilli sveiflu. Og hérna ég hugsa ég geti nú ekki mælt hérna, jú, ég get kannski mælt hvað spennan hérna ég með fyrir T1, þá ég með 10,7 volt hérna. Ef ég fer hérna aðeins lengra, ég fer svona halva leiðina upp á, þá fæ ég svona 11,9 volt. Já, það passa nokkurn veginn við ef ég fer halva leiðina hérna upp á bylgjunni, á þessu, það myndi samsvara því að ég myndi draga línu í gegnum halva rifflana hérna, helmingin af rifflanum. Og þá ég komið upp í sömu spennu og ég að mæla hérna 11,97 volt á DC-mælinu, og þessi segir mér 11,9 volt það bil í gegnum miðja rifflana. En þetta náttúrulega ekki nákvæm útleiðsla á þessu,
auðvitað þyrfti maður að beita einhverjum stærðfræðilegum föllum til þess að reikna út meðalgildið hérna á þessari jafnspennu. En við eigum náttúrulega formúlu í formúlublaðinu til þess að reikna út hvað spennan á að vera hérna. Nú skulum við halda áfram í verkefninu og sjá hvort að við erum að vista myndina JPEG og setja myndina inn hér. Já, ok, það er drífi því. Þetta er myndin og ég ætla að prófa aðra aðferð. Það er að íta, ég er vel, tækið, hérna, oscilloscope, tækið kannana og íti á allt og print screen og fer svo yfir í Word og fer hérna í Exit, eigi því út og segi Ctrl+V. Þá fæ ég bara þennan skjá hérna. Þetta er hægt á ef maður er ekki búinn að setja mjög mikið af stillingum undir lyklaborðið, þá er hægt að velja ákveðið tæki og með því að íta á Ctrl, nei ekki Ctrl, heldur íta á allt og print screen. Þá getum við, ég ætla að taka hérna sveiflusjána og fara í Word hérna og sjá hvernig kemur út, setja hana hérna, já, og kemur hún aftur hérna. Bara þessi hluti hér, nákvæmlega eins, bara allur ramminn með. Og þannig að þetta er hægt, ég ætla aðeins að minnka þetta hér, já, hvað datt þetta út? Já, ok, ég ætla bara þessar mynd aftur. Þá kemur sannlega hérna upp. Já, svona. Hérna er hún. Þetta er mynd af jafnspennunni sem sagt yfir álagið. Og næsta sem við erum að gera og skrá þetta miðgildi og þetta er þá 11,9 volt. 9 volt. Svona. Og við að reikna meðalgildi spennunar, þessar spennunar samkvæmt þessari formúlu hérna, með sem þrissunum max deilt með pi. Ok? Og í þessu formúlu er max, það er hámarksspennan út af spenninum. Já. Þá erum við að segja sem sagt max það er í rauninni þá 9,9 volt eða 10 volt sinnum rótin af 2. Hérna eigum við ekki að nota fasaspenna, heldur aðalspenna. Því aðalspennan kemur inn á afreiðilinn. Og já, ég get kannski skrifað inn í þetta, já, ok, svona. Þá ætla ég að segja hérna þar leiðir. Og hérna ætla ég að setja inn sem sagt já, ég ætla að segja hérna sem er ekki fasi, heldur bara og það er svolítið smátt hérna, en já, ok ég ætla að sjá þetta líka sinnum rótin af 2 taka þetta hérna út, nei, ég get það ekki, já, ok, ég get þetta ekki, þá hérna, ég get örugglega kópierað, nei, getur við get bara kópierað, hlýt að geta kópierað það við búið til bíl hérna milli, svona, þá hlýt ég að geta kópierað þetta hérna sem ég ætla að nota ok, þetta er svona, ok, copy
og þá ætla ég að eyða út þessu hérna. Jú, það tókst, ok. Flott er. Nei, já, það fer svona. Svona. Já, það er bara svona. Og þá setjum ég tölurnar inn í þetta. Loksins. Já. Tíu volt, sunnrótina 2 og mínus 2 díóspennuföll. Þá segi ég hérna 0,7. Já, ég þessu út. 2 sinnum 0,7. Hvað fáðu þú þessu? Koma 1 volt. Já, ég heyri ekki alveg í byrjunina. 11, 12. 12,1. Ok. Flott, takk. Ég ætla að prófa að setja hérna inn. Hvað, treystirðu mér ekki? Séu góður. Segið þetta líka við hina kennarana? Alltaf. Já, alltaf. Ég hef aldrei heyrt þennan brandar áður, sko. Ekki spurning. Og hérna, já, þetta er komið þá. Við með er þá 12,1. Hvað vorum við með hann? Mælt. Þess að 11,9 eitthvað. Já, ok. Jú, hérna stendur þetta. 11,9 volt. Já, við erum alveg sáttur við það. Þetta er ekki svo rosalega mikill munur. Ok. Og við mælum þetta sem sagt við það sem stóð hérna á spennumælinum. Það var líka 11,9 volt í multisim. Var það ekki? Jú, 11,976 með sér. Nota alla aukastafana. 11,976. Já, ok. Sennilega einhver, jú. Hérna, í okkar tilfelli, þegar við erum að gera þetta svona, þá er það nú líklega bara spurning að formúlan er ekki alveg nákvæmlega eins sem er notuð í multisim og þessi formúla sem við erum að nota hérna. Það er kannski eitthvað aðrar aðferðir eða annar kóði. Já. Ég notaði 9,9 en ekki 10 og ég fekk 11,9 eða... Já. Auðvitað. Já, notaðu 9,9. Ekki 10 volt þannig. Já, ekki 10 volt, já. Þannig að, já, villan er í rauninni hjá mér, sko. Ég setti inn 10 volt, sko, inn í útreikning. Það munar því. Já. En þá get ég skrifað hérna mjög einfalda skýringu á þessu. Að sem sagt spennan í útreikningunum
spennan 10 volt í útreikningnum gaf okkur sem sagt 12,1 volt 1 volt í jafnspennu en ef 9, hvað notaðu marga aukastæði? 9,99 eða 9,9 volt bara? Nei, bara 9,9. Já, bara 9,9 volt, já, ok. Volt. En ef 9,9 volt reiðspenna notuð, þá fáum við 11,9 volt jafnspennu. Svo þetta rauninni bara spurning aukastafi. Þetta bara þá aukastafa skekkja. Sem já, bara veldur þessum mun. Þannig að við fáum, þetta rauninni mjög nálægt, mælda mjög nálægt útreiknuðu, sem sagt. Ok, síðan mæla strauminn út á álagið með, ok, þá erum við komin á því. Hvað var straumurinn út á álagið? Það var 60 milliampere, ok. Aha. Ég segja bara þá 0, eins og stendur þetta, 0,06 ampere. Já, innan 60 milliampere. Svona. Það svona skemmtilega að vita það. Og hvað straumurinn AC? Já, kannski gott að ítreka að þetta DC. DC. Og AC straumurinn það búin að, já, býtu við, það þessi hérna, já, 49 milliampere. Ok. 49 milliampere eða sem sagt 0,049 ampere. Já, 49 milliampere. Ok. Það átti að vera blátt en það svona svart og fínt. Það hjá mér. Þetta AC. Reiðstraumurinn inn á rásina. Ok, flott Og eigum við að fá tengdu sveiflusjá. Ok, tengdu sveiflusjána þannig að, fara inn á næsta blað. Yfir straummælinn sem sýnir AC, tengdu jörðina nær 2 eftirvæg spennisins á straummælinum, tengdu B-kanalinn í stjörnupunkti eftirvægs og spennisins og vistaði myndina sem fær frá skján. Og já, þannig að þetta ætlum við að gera til þess að skoða formið á straumnum inn á afriðsásina. Þetta mjög skemmtileg mynd sem við erum að fara að sjá hérna. Og þá bara að breyta þessari hérna. Við erum búin að ná í þessa mynd hér. Við skulum loka hér og breyta tengingunni. Það loka hérna líka. Breyta tengingunni á þessari sveiflusjá hérna. Og nú að fara eftir þessari mynd, já. Hérna straummælirinn og ég fer hérna fyrir framan straummælinn, já.
það er það sem að fer inn á jörðina á sveiflusjóni. Þá fer ég hérna fyrir framan straummælinn. Nú ætla ég að smeyja mér hérna fyrir framan hann. Það er þetta hér. Og þetta fer inn á sem sagt einn fasan á spennugjáfanum. Það er nú þegar tengt sem sagt inn á straummælinn. Það fer hérna fyrir framan straummælinn inn á jörðina. Passið ykkur að fara ekki inn á hérna miðjuna. Byrja á þessu. Síðan það sem að fer frá straummælinum og inn á þessu samtengingu hérna eins og þið sjáuð á myndinni, það fer inn á A-kanalinn. Ef bregðum myndin aðeins hérna upp, þá er þessi eftir straummælinn, það kemur inn, það sem kemur inn á tenginguna á milli díóðana í brúnni, það fer inn á A-kanalinn á sinnum einn. Okay. Þá förum við inn á A-kanalinn. Ég fari hérna, já, kannski ég fari hérna yfir. Eða nægi að fara beina leið hérna niður og krossa hérna yfir þessa línu hér og fer svo smelli niður og fer til hægri hérna. Þá er ég komið hægra megin við straummælinn. Þá get ég fengið spennufallið yfir straummælinn sem ég líti að magna upp. Það er alveg góða mynd af straumnum. Svona. B-kanalinn á ég að setja í stjörnupunktinn á spenninum sjálfum. Þetta er spennirinn. Hérna fékk ég spennuna frá 10 volt á vafinu og ég fara í stjörnupunktinn á spenninum og það er lengst til vinstri hjá okkur og það fer inn á B. Og þá fer ég inn á það. Já, ég get náði í það hérna frá hinni sveiflusjóni sem ég er með hérna. Þannig að þessi lína hérna fór inn á jarðtengipunktinn hér. Þannig að nú ætlum ég að fara bara þangað með B-ið. Kem hérna og upp í núllið þar. B á að fara í 0 tengipunktinn. Já, ætli þetta sé þá ekki, sko, býtu nú við. Ég verð sennilega að tengja jörðina líka á sama stað. Jú, ég verð að tengja jörðina á sama stað. Ég tengi sem sagt jörðina á A og B sem sagt á sveiflusjóni sem sagt, það er mínusinn hérna á sveiflusjóni, að saman hérna. Þannig að ég verð að hafa viðmiðun hérna á B. Ok, þá ætla ég að opna þessa sveiflusjóðu, ég fæ bara gömlu myndina fyrst, en svo þegar ég set í gang, þá gerist þetta. Og það sem ég ætla að gera, ég ætla að breyta hérna á A-kanalum, ég ætla að breyta litnum, að hafa hann bláan. Straumur þessi blár eins og við fáum á sveiflusjóni þar, kolvasegment, á bláa línu hérna. Ok, og ég ætla að setja þá í gang aftur og til þess að ég sjáu almennilega línuna, þá náttúrulega þarf ég að magna upp og ég sé hérna breytist það í bláa. Ég ætla að stoppa þegar ég er komin hérna, svona. Og nú kemur svolítið merkilegt ljós þegar ég magna upp hérna, fer hérna niður í channel A og hér þarf ég að smella og breyta skalanum og fara niður á við, fer í já, það er bara það.
og ég ætla að prófa að setja það í gang aftur, sjá hvort þetta breytist. Það ætti ekki að sjá. Þetta er svona svakalega lítið spennufall yfir mælinn. Ég fæ gott spennufall náttúrulega frá núllinu, en ég er ekki búinn að fá myndina af spennunni yfir þennan mæli hérna. Já, ég verð líklega að auka viðnámið hérna. Prófa þetta hérna, svona, setja þetta í gang. Við skulum nú sjá, þetta virkar alveg, Já, ég þarf bara að fara neðar. Já, ok, núna sé ég þetta. Ég fór bara ekki nógu langt niður, auðvitað. Ég þarf í rauninni ekkert að breyta þessu, ég ætla að sjá. Já, þetta er 0,09, ok. Já, ég fór bara ekki nógu langt niður. Hérna, við ferum alveg hérna niður í 50 píkóvolt, sko, á skala hérna, eða á deilistriki. Og þá sé ég hérna formið á straumnum og sem sagt það er þetta verður bara bein lína ef ég fer upp í 100 nanovolt. Það er bara vegna þess hvað er lítið viðnám í straummælinum að ég er að fara hérna rosalega langt niður með þetta, býtum við, ok, nú fór ég á langt. Hvernig settur þú litin á A-kanals? Já. Ég hægri smelli á, eða sem sagt ég vel línuna með vinstri, hægri smelli á línuna valda og fer í color segment. Ok, þannig náði ég spennunni. Sem sagt yfir, þegar straumurinn fer í gegnum straummælinn, þá myndast spennufall yfir straummælinn og þá er ég búinn að ná því að fá þetta spennufall fram á sveiflusjóna. Og við kannast við þetta form. Þetta er svona eins og hérna þegar að, já, tvær díóður eru að leiða sem sagt og hérna eins og við fengum jafnspennuna sem sagt með svona gáru og ef ég fer hérna, já, þetta er aðeins svo stór mynd. Ég hef búið að klippa af þessum hluta þannig ég sé þetta ekki nógu vel svona. Ég verð að vera með þetta er alveg nóg. Og hér leiða tvær díóður og við sjáum hérna og á sama stað þá er spennan að nálgast hérna hámark og það sjáum við svolítið á hvaða bili tvær díóður eru að leiða og við getum rauninni mælt það. Fært hérna til stiku og lesið af tímaásnum sem sagt. Það fer hérna milli frá því að þessi byrjar að leiða og þar til að hún hættir að leiða svona. Eða þessar tvær að þá býtum nú við hér lítur önnur að taka við já þetta er ein á móti tveimur við skulum sjá hvað þetta er langur tími þetta eru hérna time já mismunurinn, þetta er 6,7 millisekundur.
Já, ok. En hverja tvær díóðarleiða, það er þá væntanlega hér 3,3 millisekúndur. Það er hérna frá þessu og yfir í þetta hérna. Já, þá er ég búinn að mæla það. Ok, og þá skulum við svara þessu hérna í, það er kannski ekki spurt um það. Jú, hver langan tíma leiðir hvert díóðpar í riði riðspennunnar? Og við erum að skoða þetta í sambandi við hérna dæmi 22 í lið B í bók 1 og já, ég myndi segja að þetta væri sem sagt 3,3 millisekúndur. Sjá, það er það sem ég fæ hérna, 3,3. Og við skulum sjá hvort að það er þá rétt hjá mér samband við þetta dæmi. Við tökum það einhvern tímann í bóklegu og þá þurfum við að bera þetta saman. En þá erum við reyndar sem sagt, já, þá erum við búnir með hérna æfinguna og erum við, já, hvernig er staðan með tíman? Tíminn, það er 10 mínútur, já, yfir 10 sem að tíminn er búinn. Er hún ekki verða 5 mínútur yfir? Sjá, nei, hún er bara að verða 10, já. Ok. Svo að ég ætla þá bara að stoppa hérna og af því að nú er ég búinn að framkvæma alla mælingar í verkefninu, mælingarverkefni 8, seinni hlutanum, 3 fasa afriðun og þá hérna skulum við bara skoða stöðuna á hérna hópnum.